Dekkjahöllin býður mikið úrval af Neptún-kerrum sem reynst hafa vel á Íslandi í yfir 10 ár. Kynntu úrvalið nánar á kerrur.is. Jósera er fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama-dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Í þetta mótorhaus ætlum við að kíkja á rafbíla, kosti þeirra og galla og reynslaka einu glænýju Nissan Leaf. Hér erum við komið með Guðmund hjá Vistorku en hann ætlar að segja okkur eitthvað örlítið Vistorku og hvað er að gerast í rafmagnsbíla heiminum í dag. Guðmundur, segðu mér aðeins frá Vistorku. Hvað er Vistorka? Vistorka er félag sem í eigu Norðurorku og einmitt hugsað í svona orkuskiptamál. Hvernig við tökum svona næstu skrefin. Norðurorka náttúrulega átti orkuskipti 1 og 2 og þau var skipti yfir í rafmagnið fyrir húsin og hitaveituna fyrir húsin og svo eðlilegt að Norðurorka kannski leiði þriðju orkuskiptin sem í samgöngum. Og við náttúrulega að fókusera á samgöngur af því að Ísland hefur skrifað undir bindandi samning í París að minnka loftslagsáhrifin varðandi mengun og þá er sem sagt samgöngur aðalmálið. Bara svona sem að menn rugli ekki í umræðinu sko, þá vil ég útskýra það vel að auðvitað viljum við allt annað líka. Við viljum losna við mengunina frá skemmtiferðaskipum, hvort sem það er að fylla í skurði út af votlendi eða hvað það er og allt það, en það bara er ekki inn í Parísarsamningnum. Þannig að Parísarsamningurinn hann snýr að fiskveiðum eða skipunum, samgöngum, úrgangi og þess áttar. Þannig að það sem er inn í samningnum þar er stóri hlutinn samgöngur. Og við höfum einfaldað þetta og sagt ef við ætlum að ná París þá verðum við að ná samgöngum. Ef við klikkum á samgöngunum þá klikkum við á París. Af því að fiskiskipin eru búin að ná sínu markmiðum. Þannig að samgöngurnar, og það er oft verið að reyna að rugla umræðinu í því, sko, að þessi orkuskipti og við munum lenda í, skuld við Evrópusambandið eða yfir kerfið ef við klikkum á samgöngunum. Jaha. Þess vegna er þessi mikla áhersla á það að losna við olíuna á bílunum. Og eru þið eitthvað byrjaðar að gera eitthvað í því það? Já, sko, hvað við getum sagt, þetta hefst fyrir kannski 3-4 árum síðan, það er fyrstu rafbílarnir eru að koma. Sorpa í Reykjavík eru náttúrulega búin að selja metan í yfir 10 ár, sko. Það hefur vaxið mjög lítið, en samt er það frábær kostur. Við erum að sjá núna, við erum kannski komin í ætlum við ekki komið vel yfir 5.000 rafbíla á Íslandi, að þá erum við að tala rafbíla sem geta stungið í samband. Já. Annarkvort eru hreinir rafbílar eða svo kallaðir plug-in bílar. Þannig að við erum ekki, sko, við erum að nálgast 1% af flotanum. Já, ok. Þannig að þetta er nú ekki stærra hlutfall en það ennþá. En á móti kemur að einstaklingar sem voru að kaupa bíla núna undanfarna 2 mánuði, að yfir 20% af þeim bílum, nýskráðum bílum núna í júní og júlí, eru nýorkubílar, bílar sem geta stungið í samband. Já. Eða eru metan. Annarkvort, já, metan, tvinnbílar eða alveg rafmagnsbílar. Já. Þannig að við erum ekki að tala um það sem kallað að vera hybridbíl. Nei. Vissulega sparneytinn bíl, en hann getur ekki tekið íslenska orku. Nei. Þannig að það er það sem við drögum línuna, að þú getur tekið innlenda orku. Hver er þá munurinn á öllum þessum bílum, eins og við förum bara í hvað sagðirðu? Það er plug-in hybridin. Hybrid, já. Já, það er bara að hann geti stungið í samband. Þeir eru margir hverjir með drægnu upp á 30, 40, 50 kilometra, henta vel í innanbæjarakstur. En manni finnst svolítið skrítið að segja maður til dæmis mjög stórir bílar fara í þetta, kannski stórir jeppar, að það er þá kannski pínu verið að leika sér að því að fá niður tollana, sko. Já. Af því að þeir munu ekki endast lengi á rafmagninu, þeir eru stórir og fara hratt með það, sko. En það sem við erum að sjá núna er að það er að koma verulega flotti bílar. Við erum alltaf búin að sjá Tesluna í nokkur ár. Það eru 70 Teslur á Íslandi. Já. Og örugglega þó nokkuð margar á leiðinni á næsta ári þegar Model 3 kemur. Síðan erum við að sjá núna, bara á þessu ári, mun koma held ég til landsins, fyrstu Jaguar I-Pace, sem eru fjórhjóladrifnir
mega draga hjólhýsi með 400-500 km drægni og þeir eru undir 10 milljónir. Já, ok. Þannig að þarna er bara komin íslenski bíllinn. Þú veist, það sem að svona típiski íslendingur þarf, sko. Já. Það er bara búið að leysa þetta allt saman. Vissulega dýr bíll, en splunkunýr. Síðan erum við að sjá Benz, BMW og fleiri koma með þessa bíla á næsta ári. Svona jepplinga sem eru með þessa drægni, kannski 400-500 kilometra. Teslan, Model 3, hann býður upp á bæði 350 og 550 kilometra. Okay. Þannig að svona á næstu 12-18 mánuðum þá bara svona hverfur allt vesen varðandi bílinn. Já. Það verður bara búið að leysa allt. Alveg bara, viltu vinnubíl, viltu litla drægni, viltu mikla drægni, viltu þetta verður bara allt komið. Segi allavega innan 2 ára. Þannig að það sem að snýrað okkur núna hér, það er að tryggja innviðina. Það er að passa það að allir geti nýtt sér þennan valkost. Já. Af því að það sem er kosturinn við rafbílinn er hann náttúrulega margfalt ódýrari í rekstri. Við erum að tala kannski rekstrakostnaðar á ári, kannski 20% á við bensínbíl. Já. Þannig að þetta eru veruleg búbót fyrir, reksturinn á heimilinu. Plús það að menn eru náttúrulega með hrein orku og eru að kaupa innlenda orku og eru þá að eiga innlend viðskipti, ekki að flytja helminginn af orkunni eða peningunum í orkunni til Sádi-Arabíu eða. Þannig að þetta spara gjaldeyri og allt það. Það sem snýra okkur þá núna er þetta, eins og ég segi, að tryggja innviðina og það eru fullt af vandamálum þar. Fjölbýlishúsin, vinnustaðirnir, ef það er ekki bílastæði og þú ert að fara yfir gangstétt, hvernig. Þannig að það er fullt af vesinni. Þannig að við þurfum bara að fara í það núna að leysa það. Það er nýkomið inn í byggingarregluna, bara núna í síðasta mánuði eða þar síðasta, að nýbyggingar verða að gera ráð fyrir rafbíl. Þannig að ef þú kaupir nýtt hús, þá veistu bara þá að vera allt tilbúið til að setja upp hleðslustöð fyrir rafbíl. Já. Og svona heima hleðslustöðar eru að kosta kannski á bilinu 30 til 100.000 svona eftir hvað menn eru fínir á því. Þannig að þetta er alltaf að gerast. Svona, eins og ég segi, 1 til 2 ár að þá bara verða mikla breytingar. Magnað, nú náttúrulega vinnur þú við þetta allan daginn. Hvað finnst þér þetta svona persónulega? Áttu rafmagnsbíl? Nei, ég hef ekki rafmagnsbíl, en ég er á rafmagnsbíl í vinnunni, svona Nissan Leaf. Hann er svo, bara vill verða, það er, þeir eru alltaf teknir fyrst og fjölskyldurnar sem eiga svona rafbíla, eiga kannski 2 bíla, að auðvitað sem að gerist er að unglingarnir taka alltaf rafbílinn. Það náttúrulega kostar ekkert að reka hann. Þú ert ekki að fara á bensínstöð og eyða 15 skalli. En ég sjálfur fór þá leið að fyrir 5 árum síðan þá keyptum við bíl með annarri fjölskyldu. Þegar ég var semst að skipta um bíla þá var nú ekkert rafbíla framboð. Þannig að ég á bíl núna, búin að reka bíl með annarri fjölskyldu og Akureyri í 5 ár. Þannig að ég er bara með bílinn í 5 daga og hinn fjölskyldan með bílinn í 5 daga og svo skila maður bara eins og bílurubíl, bara með fullan tanki og ridd svona. Og en síðan er ég búin að panta mér Tesla 3. Ég gerði það nú svona bara aðeins að taka þátt í verkefninu, meðan þetta er merkilegt. Það eru akkurat, alls ekki rúmlega 2 ár síðan, ég lagði $1,000 á tesla.com og síðan hef ég lítið heyrt, og svo eru fréttur það að hann sé að ná upp framleiðslunni og það er komið inn á síðuna hjá mér að ég muni fá bílinn fljótlega í 2019. Þarna erum við með bíl, eins og ég segi, hann er 4-hjóladrifinn með 350 til 550 km drægni. Þetta er svona það sem ég kalla sedanbíl. Ég myndi halda að hinga komin verðan svona í kringum 5 milljónir. Ok, það er ekki meira það. Nei. Eru ekki rafbílar einmitt aldrei dýrari en það heldur en venjulegir bílar? Jú, og þegar náttúrulega eru þessar ívilnanir hjá ríkinu, það er engin virðisauki og það er engin tollar upp að ákveðnu marki, upp að ákveðnu upphæð og menn hafa gefið það út að það verði svona næstu 2-3 árin eða þar til eru konið 10.000 bílar og það sem við óttumst er að það sé mjög stutt í að vera konið 10.000 bílar. Þannig að þessi ívilnun fara að falla niður kannski mögulega á næsta ári. Okay. Þannig að það sem við erum að lobbyast í er að vinna með að annarkvort hækka þessa tölu eða fá einhvern veginn svona skýrari sýn á þetta því að við erum virkilega framalega, við erum með sem sagt, Ísland og Noregur eru bara hlið við hlið í þessari þessari innleiðingu á þessum orkuskiptum. Þannig að þetta eru svona, það er ýmsar lausnir í boði. Þú veist, sjálfur reyndar er aðalega á rafhjóli, þannig að ég kaupi rafmagn á hjólið
Það svo margt í boði eins og sérstaklega hérna á Akureyri, fyrir samgöngur. Það frítt í strætó, það metan á strætónum, það hægt að vera rafhjóli, það hægt að skiptast á bíl og það bara að leysa þetta, sko. Þannig að þetta eru fullt af peningum í, sko, það liggja rosalega miklu peningar í samgöngutækjunum. Bæði, sko, bílnum, mannvirkjónum, bílastæðunum, alls það, þetta eru rosa peningar sem við setjum í samgöngur, bara innanbæðar. Þannig að við tökum náttúrulega að reyna að leysa það aðeins og hagkvæmari hátt, sko. Núna náttúrulega heyrir maður þegar rafbíla umræðan fer í stað á kaffi húsum bæjarins. Það mikið talað kolefnisspor í framleiðslu rafmagnsbíla og urðun rafmagnsbíla. Hver er sannleikurinn í þessu? Sannleikurinn, hann sá að rafbíll, og það alveg rétt, að rafbíll fæðist með stærra kolefnisspor en bensínbíll út af rafhlöðinni. Þannig að þegar hann kemur heim til þínaplanið, þá lítur hann verr út. En eins og í Íslandi, þar sem hann bara keyrður á hreinu rafmagni, að þá tekur það hann held ég nokkra daga að vinna það upp. Þannig að segjum að þú rekir hann í 10 ár. Það búið að gera skýrslur þetta, mikla úttekt, ég held að vera prófessor í Belgíu, sem gerði þessa lífsferilsgreiningu, allan ferilinn og allt þetta, og miðað við það líka hvað rafmagnið keypt. Og ég held að sé kannski með hvað mesta kolefnissporið rafmagnið í Póllandi, töluvert af kolorkuverum, og meira segja þar var rafbíllinn með minna kolefnisspor á öllu ferlinu heldur en bensínbíllinn. Já, það þannig. Já, þó þú kaupir ekki alveg hreint rafmagn. Nei, Þannig að bara sparneytnin í honum, að þú náttúrulega kemst svo langt á. Við erum að tala sko, það fer öll orkan út í hjólinn. Já. Að við erum að tala kannski 20-30%, bensínbíllinn kannski með 20-30% á við rafbíl. Ekki verið að nota þetta í eitthvað annað heldur en að urða það? Jú, og svo náttúrulega líka, það náttúrulega ákveðin taugaveiklu varðandi það. Það að koma niðurstöðu núna, svona fyrstu niðurstöður, þetta náttúrulega ekki gamli bílar, en það búið að keyra núna Teslur í Noregi, leigubíla og svona, kannski 600-700 kilometra. Já. Og þeir sjá það bara að drægnin að minnka miklu minna en menn reiknuðu með. Þannig að rafhlöðurnar munu endast mönnum út bílinn. Síðan eru náttúrulega aðilar sem það eru komin á alls konar lausnir. Í fyrsta lagi þá náttúrulega þetta meira og minna allt málmar og það hægt að endurvinna rafhlöður. 96-7% af rafhlöðin hægt að endurvinna. Og síðan eru alls konar lausnir, menn að setja þetta upp kannski bara svona litlar varaaflstöðvar, hlaða inn á þetta með vindmyllu þegar það hendar og þá eiga það svona eins og uppistöðulón, bara gamla rafhlöður í gámi sko, sem að það eru kannski búin að missa 20% drægnin, en það skiptir engu máli í þessu tilfelli. Þannig að það alls konar lausnir og alls konar hugmyndir sko, af því að hvað maður segja, þetta svona þessi rafmagnstækni, hún býður upp á svo rosalega mikið. Menn sjá það líka bara, og það vonandi það sem kitlar svona bílamennina sko, það öll þessi tækni og allir þessi möguleikar að svona fylgjast með bílnum sko. Aftur að rafmagnsbílnum sjálfum, eins og í daglegri notkun, hvernig er bíllinn að virka í frosti og skíta kulda á Akureyri? Já sko, hann er náttúrulega algjör snilld í því, af því að þú hefur þennan mikla möguleika á að hita hann upp. Já. Stillir það bara og þannig að þú kemur, þetta er náttúrulega eins og ég segja, með rafmagni þetta er svo mikið snilld sko. Þú getur nánast talað við hann í gegnum símaðinn. Og svo bara biður hann að vera heitan þegar þú vilt fara að nota hann og allt það og hann er mjög snarpur, það er náttúrulega því að, eins og ég segi, orkan fer beint út í hjólinn, það er mikil hröðun í honum og síðan er náttúrulega hljóð, það er ekkert hljóð, kannski pirrar það einhverja, en eins og ég segi, ég er búin að vera á þessum bíl í vinnunni í 2 ár að verða og þetta er náttúrulega bílinn sem er alltaf tekinn, því að þeir eru svo góðir, náttúrulega rafhlaðan í botninum, hann er þungur, hann er gott jafnvægi í þeim, sitja vel á götunni sko og þannig að ég held að þessi kostir allir eftir, menn að fókus rosalega mikið á umhverfismálin, en ég held að allir kostinni séu eftir í rauninni, sem er bara hvað er þægilegt að keyra þá sko. En drægnin, hefur einhver áhyggjur af því? Jú, svona þannig, ég hugsa bara eins og með þessa innviði og þeirra svona fram í sækir að menn að koma aðeins með meiri drægni.
en það hefur náttúrulega orðið til svona orðið eins og drægni fælni, sko, menn eru bara svona, það er komið svona, menn þekki þetta er orðið allstar, þetta er í símanum bara, já, ég er að vera straumlaus en menn eru að læra á það, sko, að og svona er ekki, hvað ég að segja, það, ég held að þetta verði ekkit vandamál innan örfára mánaða, að leið og vinnustaðirnir fara að bjóða upp á þetta, og þú svona, þeir líður betur bara, já, ég veit, ég get alltaf stungið í samband hér og þar. Svo er þetta að ferðast landið, það eru alls konar verkefni í gangi, Orka náttúrunnar er búin að opna hringinn, það er verið að setja upp stöðvar hér og þar, hraðhleðslustöðvar út allt. Bændur eru að skoða verkefni, svona að hlaða í hlöðunni, geta ég sagt. Hleðsluhlaða. Að þeir eru að skoða þetta, þú veist, þetta verður svona, þú kaupir kaffibólla og nærði í 50 km/h til að komast í næstu hraðhleðslustöð, sko. Eitt poka hakki með. Akkurat. Þannig að það er alls konar svona lausnir í boði. Þetta bara, eins og ég segi, bara örfáum árum, 1,5, 2 árum, það verður þetta allt bara búið, sko. Og það sem er náttúrulega, að sem maður ætla að fara að ræða einhvern, sko, það sem verður erfitt og menn eru að reyna að fá einhverja mjúka lendingu í, sko, hvað verður alla hina bílana, sko. Já. Og maður ímynda sér bara eftir 3-4 ár að fara inn á bílasölu og ætla að kaupa sér bensínbíl eða díselbíl og ætla svo að selja hann eftir 3 ár. Já. Það eru sko 7 ár héðan í fránæstið, sko. Já. Þá hann verður verðlaus, bara á augabragði, sko. Já. Þetta verður eins og með túbuskjáina, það bara einn daginn eru allir með flatskjáði. Já. Þannig að ég óttast það verður svona pínu, það verður það sem verður svona óþægilegt fyrir markaðin, sko. Að þetta gæti gerst bara svona einn daginn. Já. Allt í henni er bara trendið að gera hitt og þá er það bara búið fyrir gömlubíluna, sko. Því næst ákváðum við að taka stöðuna á rafbílaeigandanum og athuga hvernig honum líka við rafbíla. Hólmar, hvernig er eigan þessa líf? Já, það er bara mjög gott. Þetta er nú kannski ekki mörg ár, þetta er 1,5 ár núna sem ég er búin að hafa hann og bara búin að reynast okkur frábærlega. Eitthvað sem kom þér á óvart? Já, eiginlega bara notkunin, sko. Við heldum kannski að við myndum svona, vorum með annan lítinn bíl áður og heldum kannski að við myndum svona færa einhvern hlut af akstri jeppans yfir á þennan, en það var mikill meirihluti af akstri heimilisins. Þannig að þið notið sem sagt orðið lífin miklu meira heldur en gamla bílinn sem er á stæðinu hér fyrir og er hann kannski bara að grotta niður, eða? Já, við reynum að halda honum á hreyfingu, sko. Nei, það eru ég með sko ódýrustu típuna af Líf og hann er bara svona fyrir þetta bæjarsnatt og svona innan svæðis. Menna við höfum farið á, þú veist, Dalvík fram og tilbaka í vinnutengt og ekkert vandamál. En þú fer ekkert í Mývatnssveitina eða lengra til eða suður. En hann er ekki til þess. Hann er bara fyrir okkur hér og mestur akstur heimilisins enn og einu sinni tengdur þessu, sko. Já. Svona bæjarsnattinu. Hvernig hefur þið gengið að einmitt eins og í þessu snatti öll saman? Hefur aldrei orðið straumlaus? Aldrei orðið straumlaus. Einu sinni skrapp konan einmitt á Dalvík, sko, og leiðinni heim þá skall á mikið frost. Okay. Og hún var orðin, það var svona eins og orðið lágt signal hérna út úr bænum og þá fer hann í bara svona alveg orkusparnaða gír og hún sagði að við ætla að hafa hann hérna inn á planið, sko. No. En það er svona það næsta sem við höfum komist, sko. Þá bara missir hann afl og svona en við höfum aldrei verið stopp. Nei. En það gætur í rauninni bara keyrt upp á næsta bóndabæ og sett í samband bara í 10 mínútur og þetta er bara venjuleg einstunga, þetta er ekkert flókið. Bíllinn á þér hefur eitthvað viðhald á hann og svona sérstætt? Nei, já, ég lenti einu sinni inn á Vestæði og hérna þá bara í vetur þá bara stoppaði önnur hérna fram rúðu þurrkan, bara datt úr sambandi. Já. Það er eina sem að maður hefur gert og ég er nú múin að fara oft í hérna manuálinn og skoða, sko, það er virkilega ekkert sem ég þarf að gera. Ég er með eitt vanrækt verkefni þar, ég þarf að skipta frjókornasíu. Nú, já. Já, ég er ekki búin að því, en hérna ég viðurkenni það. Já. Hvernig er eins og rytminn í þessu hjá þér? Setur hann alltaf í hleðslu og kemur heim á daginn, eða hvernig er það? Nei, ég gerir það ekki. Við höfum bara hlaðan svona, veturnar eru kannski svona að gera þetta svona 2 svar í viku. Núna á sumrin hefða meira ekið, heimilið stærra, fleiri, hérna, börnin komið heim. Okay. Þá er þetta svona upp í 3 svar í viku. Já. Og það er bara fínt. Bara setjum henni samband þegar þarf. Hefur eitthvað tekið það saman hvað þetta er að kosta þig að hlaða hann ári? Nei, ég skoðaði þetta eitthvað svona fyrstu mánuðina því maður bara fann bara á vísakortinu hvað það bara lækkaði bensínreikningurinn, sko. Já.
og ég hef svo sem ekkert gert það upp sérstaklega. Nei. Ég bara veit að þetta mikill sparnaður. Hvað var til þess að þú fórst í rafbíl upprunalega? Ég hef bara alltaf verið spenntur fyrir þessu. Það er svo merkilegt með það. Ég var sko pínu polli í Þýskalandi 1972. Þá kom ég í fyrsta rafmagnsbílinn. Og þá hélt maður að allir bílar yrðu bara, þegar maður væri komið bílpróf, yrðu komið bara rafmagns, yrðu bara rafdrifnir. En það var nú önnur raunin. Og síðan hef ég bara alltaf fylgst með þessu. Og bara þegar að tíminn var kominn, þá bara stökk ég til. Núna náttúrulega eru yfirvöld að fella niður skatta og innflutningsgjöld og alls konar bíbidi á þessum bílum. Heldur það breytist hjá þér ef að þeir fara að setja skatta á þetta aftur og vettolla? Nei, það held ég ekki. Við erum bara öll sammála. Þetta er bara manni bara líður betur að keyra þessa bíla. Manni finnst maður svona að vera bara aðeins meira í sátt við umhverfið sitt og ég held að það þyrfti mikið að gerast þess að við færum úr þessu. Við erum á ferð. Það heyrist ekki neitt. Kannski út af því að við erum á rafbíl. Góðan og blessaðan daginn. Nú erum við búin að tala við sérfræðingan og núna ætlum við að pröfa svona rafbíl. Sjá hvort það sé eitthvað markað sem þetta fólk er að segja. Við erum á nýju Nissan Leaf, 40 kW rafhlaða, sem er talsvert betra heldur en síðast. Það gerir raundrækni upp á 270 km blönduðum akstri. Nú erum við búin að keyra þennan bíl smá spöl og ég er gjörsamlega heillaður af þessu. Bara því miður, sorry. Hendi mér á Facebook, mér er alveg sama. Þetta er geðveikt. Það er allir mjög spenntir fyrir þessum bíl því að gamli bílinn var seldur í yfir 300.000 eintökum og á tímabili þá seldist einn svona bíl á 12 sekúndna fresti. 12 sekúndna fresti. Það er fullt af skemmtilegum fítusum í þessu bíl. Í fyrsta lagi þá er það þannig að hann lætur alltaf vita að þú átt að keyra á miðlínuna til dæmis. Ég veit ekki hvað heyrið þetta en hann allavega hann hristir stýrið og gerir hljóð þannig að hann segir þér að þú sett að fara að keyra hann út af eins og þetta. Núna verður ég að keyra út í móa. Núna er ég að keyra á miðlínuna og hann lætur mér alltaf vita þannig að maður sé ekki sofandi við stýrið eða gera eitthvað annað við stýrið. Maður setur hátt í honum, þannig að maður sér rosalega vel út. Það er náttúrulega alveg þögn í honum, upptæfið er náttúrulega bara veghljóðið í dekkjónum. Öðru leyti, þá er þetta bara geðveikt. Þetta er bara svo svíf og ský. Í nýja Nissan Leaf er alveg snilldartækki. Hann heitir e-pedal og ef þú ýtir á hann, þá breytist þessi bíll alveg umtalsvert í akstri. Þegar þú slærð af gjöfina á þessum bíl undir venjulegum kringumstæðum þá hleður hann inn á rafhlöðurnar. Hann hætti því ekkert.
en hann bætir bremsunum við. Þannig að hann hægir miklu meira á sér. Þannig að þegar þú ert að keyra hann eins og innabæðar, þá getur þú bara slaka á gjöfinni og þá bara hægir hann geðveikt mikið á sér, eins og núna. Það er bara eins og ég stígi á bremsuna, sko. Svo gef ég aftur í og þá bara sleppir hann bremsunni. Þannig að ég raunverulega þarf aldrei að kaupa nýtt gúmmí á bremsupettalina því að ég mun örugglega bara ekkert koma við hann í þessari ferð. Svo náttúrulega les bíllinn öll skilti, þannig að hann lætur mig alltaf vita hver hámarkshraðinn er. En ætli hann skilji skilti eins og þetta hérna? Eftir þennan reynsluakstur okkar í Mývatnssveit á þessum frábæra líf er niðurstaðan sú að við sjáum voða fáa galla ef einhverja. En kostirnir við rafmagnsbílinn eru augljóslega margir. Nissan Leaf er fáanlegur í 3 útgáfum á verði frá 4 milljónum króna. Nánari upplýsingar má finna á nissan.is. Hún greinlega kann ekki alveg á þessa runna þetta. Hún sýndi þá bara eins og þau væri 5 metra háir. Ég er að hæga kannski.